Já, hann missum áttu niður fórustu. Þetta var helviti súrt að fá þetta í andlitið þarna í lok leiks. Já, 100%. Þú veist, sérstaklega, já, fyrri hálfleikurinn, allt í lagi, við náðum upp góðum svona uppspilsköflum. Við náðum að leysa svona nokkra stöður í uppspilinu, fundum mikið af svæðum og vorum að halda vel í boltann. Seinni hálfleikurinn þróaðist eins og hann þróaðist með svona síðustu 15. Við höfum bara að loka svona leikjum og við gerðum það ekki í dag og það er það sem við þurfum að taka úr þessum leik. Það eru þessi síðustu 15, hvernig við erum að loka leikjum og annað, en markið er náttúrulega bara klafs. Við veit ekkert hvort að Brynjólfur hafi verið rangstæðar þarna, það er kannski eitthvað aðeins breyst. En eins og sé, síðustu 15 þá hleyptu þeir leiknum upp í svolítið baráttu, langi boltar og reyndu náttúrulega allt til þess að jafna eins og bara gengur og gerist. Við þurfum kannski loka leiknum betur en við gerðum. Og kannski bara lærdómur úr báðum þessum leikjum í þessum glugga? Já, 100%. Það er náttúrulega, það er eins og við verið að tala við þig, ég hef verið að tala við þig, það eru mikið af jákvæðum hlutum, mikið af góðum uppspilspunktum, hreyfingum og flottum hlutum í gangi, en eins og þú segir, við erum yfir í tveimur leikjum og missum við báða niður í jafntefli. Það er það sem við þurfum að bæta, 100%. Og þetta sem þarf að fínstilla áður en kemur að þjóðadeildinni í haust? Já, það er klárt mál. En margt, eins og sé, margt jákvætt. Fyrir hálfleikurinn, eins og sagði, við náðum upp góðum uppspilsköflum og maður nýtt okkur svæði sem við fengum út á köntunum og eins og við lögðum upp með í leiknum og meðan gameplanið vera að virka vel. Við fengum ekkert mikið að færum á okkur, það var einu sinni eða tvisvar sem þeir náðu svona smá counterattacks á okkur. En þetta er það sem eins og sé, þetta er það sem við þurfum að læra líka, að klára og loka leikjum. Gylfi myndi heldur betur á sig fyrir komandi glugga? Við vitum allir hvað mikið gæði Gylfi er með og flott mark, gott finish. Við vitum hvernig finisher hann er og hvernig hann berst fyrir liði. Það hefur aldrei vantað upp á hjá honum, þannig að bara flott að sjá hann og ná þessu marki. Gaman að vera komin með bandið aftur í landsliðsbúlinu? Já, ég er kannski óvanur að vera með, þannig að það er kannski punkturinn við það. Nei, bara gott að spila. Mér fannst bara gott að spila. Það er alltaf mjög mikið stolt og ég tek því aldrei sem sjálfsögum hlut að spila fyrir landsliðið og það vita það allir sem hafa séð mig spila fyrir landsliðið. Ég legg mig alltaf 100% og kem alltaf til mig að gera það þegar ég er valinn og fæ tækifæri að spila. Hvenær vissirðu að þú fengir þennan leik í dag? Bara í gær. Við tilkynntum liðið í gær bara og náttúrulega mikið af breytingum og margir sem það er að koma gluggi sem að vera 4 leikir og það verður spilað á mörgum leikmönnum og menn þurfa að slípa sig saman og það var mikið af breytingum í dag, vísvitandi, og við vissum við vissum liðið bara í gær, þannig að bara flott að menn fái að stimpla sig inn og venjast kerfi og venjast uppspili og venjast hverjum öðrum og það er partur af þessu. Það er samt súrt að tapa niður fórustum í báðum leikjum, þá er ýmislegt sem að þetta er að læra á þessum glugga. Já, eins og ég segi, góðir uppspilspunktar, flott spil, fáum ekki mörg færi á okkur, finnst mér, þessi 2 víti þarna í Kanadaleiknum. Það var kannski kaflið þarna sem þeir tóku yfir, við náðum að þrauka hann, við náðum að ride the wave, sama í dag þessar síðustu 15, við þurftum að söffera, við gerðum það klárlega, fengum á okkur þetta skítamark í lokin sem er virkilega svekkjandi því að maður hefði viljað ná þessum sigri.